Segðu mér aðeins meira frá þessum stað hérna, Ófeigsfirði. Hvað dregur þig hingað á sumrin? Þetta eru æsku Já, ég náttúrulega fæddur hérna upp alveg og hérna hef verið hérna öll sumurum eitt. Svo hérna, þegar var flutt hérna í burtu 1965, þá stóðum til að selja jörðina. Það einhvern veginn, gamlamann afa, hann átti nú mest í henni. Honum leist einhvern veginn ekkert á að selja þetta og það varð ekkert úr því. En svo endaði þá með ég að keypta honum partinn, 70. Og hérna ertu á sumrin og veiðir sér? Já, við hefum bara komið hérna á nýtt hlunnindinn og svoleiðis. Hvað er svona spennandi við þetta? Ég veit það ekki. Ég get ómögulega sagt. En það er eitthvað? Já, það er eitthvað svona. Þessar afurðir sem þið fáið hér? Þetta getum við bara við hátileg tækifæri. Já. En þessi skinn? Þetta skinn? Má ég snerta þetta? Já. Við svíðum þetta bara og étum svo skinnið. Þið étið skinnið? Já. Þetta er bara sviðið og reynsað af þessu allt hár. Já. Þá var þetta bara... Já, ok, þið takið ekkert innan þessu? Nei. Þetta er bara eins og með sviðin, hausana og lappirnar. Þetta er dálítið sérstakt, en þetta er ofsalega mjúkt. Já. En þú ert ekkert í selskinni hérna? Þú klæðir þig ekki? Ég á fínan jakka. Er það? Já. Ég á helvíti fínan jakka sem Eggert saumaði á mig. Eggert selskinni? Já, hann saumaði á konuna líka. Úr ykkar eigin framleiðslu? Já. Svo hann var að sauma bindi og slaufur og svona. Svo átti ég svona bindi og gekk með það. Ég var að hætta því það voru alltaf konur sem fóru að byrja að fá að strjúka þetta. Þú voru ekki einmitt vilja halda þetta í streitu? Já, sko, mennirnir voru farnir að gefa þessu hornir. Já, ég skil. En þið haldið áfram að koma hérna á hverju sumri? Já, allir maður gerir það ekki. Það tæki í nokkuð að breyta því hérna. Er það nokkuð? Nei, það væri kona fallandi á fót og það voru bara... Það var bara að halda þessu áfram. En það er svolítið spotti sem er ekkert með besta veginum að keyra hingað? Nei, þetta lagast nú kannski. Já, en svo heldur ekkert Ekkert símasamband, nei. Og ekkert netsamband og ekkert sjónvarp? Nei. En það kemur ekki að sök? Já, nú ágætt verið laus sjónvarpið. Maður liggur þá ekki yfir því, sko. Nei. Nú ef það væri netsamband, þá lagi maður í því. Já, það væri á Facebook allan daginn. Já. Það er sennilegt. Já. En það er gott að vera hérna í Ófeigsfirði? Já. Það er það. Það er ekki hægt að segja að það sé gott. Ég er að verða ágætis leikari. Það ekki. Úr Ófeigsfirði liggur leið okkar í Berufjörðinn þar sem stundið er lífræn ræktun en hjónin Svavar Pétur og Berglind á Karlsstöðum eru snakkbændur. Seint kvöldi ég ranka við mér úr rótinu. Það er engin heima, ég er aleinn í kotinu. Má ég fá mér púðursykur og rjóma? Ekki fella dóma, ekki kalla mig róna. Siglit í skottið á þér niðri á hlölla. Hvað ert að gera, ert að detta í slölla? Með eitthvað gerpi sem á ekkert gott skilið. Ég þarf að tala við þig, minka aðeins bilið. Eru til að byrja að segja mér bara hvers vegna þið enduð hér í Berufirði? Við fengum bara eitthvað dellu fyrir því að búa í sveit og búa til mat og hafa bara, sækist eftir einhverju svona frelsi til að vera í náttúrunni og bauka. Og fórum að bara leita okkur að stað. Eittum alveg, held ég, 5 árum í að skoða fasteignaauglýsingar og keyrum sveitir og þetta getur verið flott og þetta getur verið flott og hringi í fasteignasala og kíkja hérna og eitthvað svona. Og við endum á því að festa okkur þessa jörð hérna í Berufirði og byrja bara að láta svona draumana rætast. Ég hafði verið í sveit hérna í þessari sveit, á næsta bæ og amma og afi og mamma eru það. Þannig að ég þekkti aðeins til hérna. Það er alltaf rosa margt hérna sem að hentar okkur og það er alltaf rosa gaman að vera bara milli fjalls og fjöru. Það er bara ójöfnulegt á hverjum degi að hafa fjallið í bakhöndinni og hafið fyrir fram að sig. Farið upp í fjall að tína ber og niður í fjöru að tína dún
og rækta grænmeti þar á milli. Það rosalega svona mikil tenging við náttúruna. Við náttúrulega vorum komið með sem sagt, dellu fyrir matvælaframleiðslu og því okkur langaði til að vera sem sagt, á stað þar sem við gætum unnið eitthvað úr náttúrunni og framleitt vörur beint á markað og langaði að fara í sem sagt, lífræna framleiðslu og svona gera tilraunir í þessu. Það var svona. Og hvers vegna lífræn framleiðsla? Þið kannski byrja bara að segja hvað skilyrði þarf að uppfylla til þess að vara sé lífræn? Ég ætla að ná hérna í handbókina. Hvað hefur mikinn tíma? Þetta náttúrulega reglugerða bákn sem að þarf að fara í gegnum til að fá lífræna vottun. En í grunninn þetta rosalega einfalt. Það náttúrulega felst aðalega í skiptiræktun, nota sem sagt, lífrænan áburð. En lífræn ræktun bara eins og var ræktað áður en að tilbúin áburður kom, áður en að iðnvæðingin tók völdin í landbúnaði. Þú færð kannski öðruvísi uppskeru. Grænmetið minna, það bara, sumir mjög hissaði, færu í bara svona lífræna grænmetisbúð, það svona bara, hvar allt? Það fyrir dúkkur. Það bara þannig. En þetta náttúrulega, þetta ferskara náttúrulega. Það ferði í matvörubúð og skoðar epli, ólífrænt epli, sem framleitt með mikið af áburði og mikið af kannski skortireitri og mikið af einhverjum hormónum til þess að stækka það og svo lífræna eplið, það minna. En lífræna eplið hefur samt miklu meiri næringarefni heldur en þetta stóra epli. Glansandi, fína, gula, eldrauða epli. Það stútfullt af alls konar kemísku drasli. Þannig að þú þarftir bara að borða eitt lítið lífrænt epli á við 2 ólífræn kannski. Mörguleyti þetta náttúrulega umhverfismál, staða í umhverfismálu sem svona hver mann til þess að hugsa sér tvisvar og hugsa hvernig við viljum byggja þessa jörð og hvernig við viljum sjá hana þróast í framhaldinu. Að þá náttúrulega rosalega mikilvægt að fólk dragi úr þessar efnanotkun. Þetta náttúrulega síðan leiðir þetta út í jarðveginn og í neysluvatnið og út í sjó og svo framvegis. Þannig að þetta bara skiptir bara ótrúlega miklu máli að við vöndum okkur í landbúnaði og öllu og líka sem neytendur að við veljum mat sem hugsaður svona í takt við náttúruna. Okkur finnst þetta bara spennandi að fást við lífræna ræktun, fara í kettlingabækunar og skoða triksin sem fólk húsráðin sem fólk notaði í landbúnaði. En líka eins og þetta með lífræna ræktun, þetta líka ákveðin svona að hægja aðeins á sér og við búum í sveitarfélagi sem Sigtasló sem gengur allt út á sjálfbærni og þú veist taka lífinu með ró og lifa í takt við náttúruna og þetta fellur allt inn í það. Þú verður að hugsa þetta sem viðskipti og þú veist, þetta má ekki bara vera krútlegt. En þú verður að geta borgað reikningana, og við erum í þessu sem þú veist, við erum að byggja batinu og fyrir okkur. Og fleiri, við viljum að reyna að auka starfsfólk. Við ætlum náttúrulega að vera með þetta náttúrulega bara að vera framleiðsluveldi, fyrst og fremst, í lífrænu snakki og öðru kúmulagi. Lífrænu business. Og í Bóndabæir eru fyrirtæki og saman hvort þessu lífræn eða ekki, þú veist, það þarf bara alltaf að vinna saman. En bara í góðri sátt við náttúruna. En segjum við þess frá ykkar búskap, þið byrjuðu með nokkrar rollur, var það ekki? Jú, nokkrar skjátur. Þeir voru eitthvað 60 sem fylgdu með og við ákváðum að í stað þess að losa okkur við það strax ákváðum að gefa þessu séns, prófa þetta. Og við fórum í gegnum 2 sauðburði. Fyrir sauðburðurinn var mjög skrautlegur. Þið hefðu þurft að vera með þá, bara taka heimildamitt. Svo fóruð þið bara alfarið út í gulrófur og grænkál. Já, það var sem planið var að rækta grænmeti og rækta grófur og framleiða snakk úr rófum og við bara erum í því núna að plæja og sá og rækta og svo var fjós á eigninni sem við tókum í gegn og breyttum í snakkverksmiðju og fengum það vottað sem framleiðsluaðstöð fyrir snakk og þar verður framleitt snakk úr gulrófum og síðan grænkáli og svo fleiri afurðum bara það sem hægt að rækta og bæði djúpsteikja og þurrka.
Þannig að þetta svona gangur í þessu. Eru þið stolt að vera bændur? Mjög. Já, tímamót þegar ég hringdi í símaskrána og baði að vera titlaður bóndi í símaskráni. Það var bara yes, það komið. Já. Ég get verið alveg fáránlega hress, en ég get verið viðbjóðslega leiður líka. Hvort mikilvægar að vera hress og góður í bólinu, alveg í tipp-topp stand í tólinu. Ég get verið alveg fáránlega hress, en ég get verið viðbjóðslega leiður líka. Hvort mikilvægar að vera hress og góður í bólinu, alveg í tipp-topp stand í tólinu. Auk þeirra fáu greina sem við heimsóttum í þættinum í dag eru líka margar fleiri, til dæmis kanínurækt, kornrækt, fóðurblöndun, geitfjárrækt og fleiri. En ég ætla að fara að leika við hennan fallega kiðling, hana Þrumu hérna Steindyrum í Svarfaðardal. Við sjáumst í næsta þætti.